Gobbul, gobbul. Við segjum ekki það sem Evrópubúar gerðu við frumbyggja Norður-Ameríku og við erum einfaldlega haldið upp á þakkargjörðina til þess að myndast á hefðina og vera þakklátt. Já. Karla. Þakkar kofinn. Þakkar kofinn heilsar ykkur þetta. Við erum í miðbænum. Við getum verið stungir hvenær sem Ok, já. Kannski ekki alveg best að nauta að byrja þáttan. Það verður bara að byrja á hraðvegum þessu fréttingar. Já, horfðu á hraðfréttingar? Nei. Ég nenni ekki að tala um hraðfréttir eitthvað aftur í þriðja skiptið. Já, við erum alltaf að tala um hraðfréttir sér það. Já, ég held að það er góður náttúrulega. Já, ég ætla að horfa á hann. Það var betri en hreina seinna dag. Já. En í síðastætti þá vorum við að tala um hvernig Svali ef hann hætti að hætta, en það er ekkert rétt. Þeir eru ekkert með hættu að hætta, en þeir eru samt örugglega að fara að gera það, þannig að skiptir ekki máli. Já. En já, það er frækjörn. Ég vildi að hætta. Já, skiptir ekki máli. Já. Ha? Bara, já. Ég fann ekkert um það. Þeir eru bara... Ég skil að við það þetta var leiður. Og já, þetta er kannski, ég var við, þið horfðu ykkur hefði. Já, ég sá ykkur að klippa eitthvað á TikTok. Þeir eru alltaf með TikTok. Og TikTok þetta. Já. En já, ég finnst bara komið tíma á. Ég er ekki að halda endalaust áfram. Og við erum ekkert að trakka þetta, sko. Hvað? Fyrir utan þetta eina skipti eftir Karlíkóvatinn sem við héldum að Salur og Elma frá þetta, þá við örugglega ekki drukkið Svala í svona 2 ára eitthvað. Það er alltaf Svala með búlluborgarnir. Ég fer aldrei á búlluna. Nei, ég er eiginlega alltaf eftir að fara á búlluna en síðast. Já, en ég er búin að heyra með Mandi líka. Mandi? Eigandi Mandi var kærður fyrir líkamsárás. Já, ok. Já, það var ég aldrei að fara. Og mér fannst Mandi heldur eitthvað sérstaklega. Mér fannst Mandi svo gott, en síðan bara því ótrúlega leiði þetta við þegar maður búin að vera að styrkja svona. Já, náttúrulega líka búllan, það er náttúrulega eigandi búllan og það er lent í Nexus. Já, Tómas Tómasson. Tómasson. Ekki bassaleikur stöðmanna, sem heit líka Tómas Tómasson. Tómas A. Tómasson heitir hann ekki Tómas A. Jú, Tómas A. Tómasson. Ekki Tómas N. Akkur rugglast ég á Tómasinni og Kára Stefánsinni. Já, þeir eru, sko, það er bara eitthvað hvítæri karlmenn með mikið skegg. Þú veist, það er eiginlega svona samfærikenningar að það sé bara sama manneskjan. Þú veist, það eru svona 4 dagar, það var eitthvað, þeir eru fæddir á sama árinu, í sama mánuðin, það er eitthvað 4 dagar á milli þeirra. Eru ekki líka báðir með eitt blind auga? Já, ekki Tommi, heldur. Kannski ekki. Kári er... Þeir eru báðir líka eitthvað svona bestu, þeir eru mjög góða vinir. Og þú veist, það er engin myndað saman, þannig að það eru mjög mikið samsærakenningum og þessi er bara sama manneskja. Og þeir gefum við báðir svona Keflavík-væp eiginlega. Já. Ég veit út af hverju. Það er gamli flottu kallarinn með líður svo bara pass á Keflavík. Armundur, ég ætla að spyrja þessa spurningu. Eða Grindavík. Ef þetta er búið til kvikmynd sem er svona endi heimsins. Já. Hvernig myndi það vera? Ég veit það ekki. Veistu það ekki? Nei, ég sagði þér á leiðinni, ég veit mann sér hvernig ég myndi gera það. Það er svo ekki þetta. Hugsaðu þér. Já, ég myndi gera eitthvað svona, þetta er eitthvað svona Tom Cruise að gráta með dóttur sinni 8 ára og þau eru svona liggjandi svona ykkur húsi og svona dramatist tónlist sem hann allir öskar eitthvað, við erum að fara að deyja. Og svona síðustu momentin í lífinu á Tom Cruise, vera að knúsa dóttur sína og gráta og syngja mörg loftin og það bara allt svart. Og það spila No Surprises með Radiohead. Og hvað er þetta, bara 1,5 klukkutíma Já, ok, þetta er reyndar mynd svo að gera, þannig að þetta var Tom Cruise mynd sem við ætlaði að myndi heimsins, en mér er þess að ég ætla að gera þess að mynd aftur. En ég meina að þú veist, það eru margar leiðir til þess að gera endi. Já, ég er bara ekki pælt mikið í þessu, þetta var bara hugmynd sem að hefur verið gerð í mynd með Tom Cruise. Þannig getur lýst þessu upp og nýtt. Já, þannig hann er ykkur svona húsi eða eitthvað
Já, ok, þannig að hann svona upp í húsi og svona knúsa dóttur sína og þeir eru báðir grátandi og Ég nenni ekki. úti er fólk að öskra. Nei, ég nenni ekki lengur. Ég bara skil. Lag, einu góða Radiohead-lagið. Þetta er samt þakkargjörð. Takk að gera þetta. Það má ekki glemma því. Já, kalkun, góbbul. Kalkun, Við horfum alla Family Guy. Já, og hvað, við skulum segja skoðanar okkar á þann. Já, Úlf, þú sást ekki seinast það. Hann sá byrjunina, en það gerðist ekkert meira þakkjarlegt, þannig að það skiptir ekki máli. Hvað var aftur seinast því? Það var hann að fangelsi. Það var alveg að gera þetta nefnilega. Það var svona ekki mikið þakkjarna. Herru, við skulum byrja á fyrsta þáttunum, svo hétt Thanksgiving. Hvað fannst ykkur þetta Thanksgiving? Þegar, já, þetta er allt spoiler hérna, þegar sonur Joe, Kevin, kemur í... Ég vissum að það er ykkur gauð sem hörfur á Family Guy sem alveg NEI, EKKI SPOILA! Þú veist, ég vissum að það er ykkur manneskja. Nei, já, það fjallar Griffin fjölskyldan heldur boð fyrir alla nágranna þeirra og ættingja. Það að gera boð og... já, og Kevin, sonur Joe, sem allir héldu að dó í stríðinu í Írak, kemur aftur og segir þeim að hann skildi herinn eftir sem glæpur. Já, hann feikaði dauðan sinn. Já, og and drama and sus. Já, svo mér fannst ekki vera svona nóga þakkgjörð laugaþáttur. Nei, það var allir að vera svo hamingjusamur. Nei, en þú veist, ég veit ekki, þarna, mér fannst þetta einhvern veginn gleyma sér í þeirri sögu, það var ekkert mikið þakkgjörð, það var meira bara eitthvað, þau Nei, þetta var það að... Nei, mér finnst eiginlega betra, sko, mér finnst besti þættirnir það þegar það tveir hluti í gangi einu og síðan renna þeir saman. Já. Það var, mér fannst þetta fyrsta átturinn ekkert mjög góður. Já, það var bara það ágættur En svo var þátturinn það sem Peter og Quagmire stofnuðu hljómsveit. Já, það er ekki, það er góð þáttur. Nei, það var ekki mikið þakkjarhaldur. Nei. Það var bara svona venjulegur líka, aðeins skári, eða sverfinni. Svo var Turkey Guy. Já, það var frábæraður. Það var góð, já. Já, það er heldur besti þakkjarhaldur á mínum mati. Já. En hvaða þáttur kom svo eftir það? Það var hann systurina. Já. Karen. Djúl var hún lítið þakkagerðina líka. Já, það var ekki góð þáttur hann. Já, hann var ekki að góð. Nei. Leðilega kartur. En svo er þessi fangelsis. Já, hann var alveg getur. Mér fannst samt ekkert eitthvað svona, mjög lítið þakkjarhaldur líka þar eiginlega. Þannig að we have come to the conclusion að Turkey Guys er besti þakkagerða þátturinn af Family Guy. Horfið á hann. Sko, mér langar mjög mikið að horfa á Family Guy, sérstaklega það fyrstu seríurnar, ef það er betri. Það eru betri. Já. Þeir eru svo gúgú. Þeir eru svo silly. Já. Þeir eru svo kjánalegir afnendur. Já. Þess að segja að það er bær í Belgíu sem heitir Silly. Já, ok. Silly? Já, Silly, S-I-L-L svona. Þannig að eru allir svona rosalega miklu klaufar. Svo miklu kjánar. Já, þetta er bara fyrir eitthvað venjulegur bær, sko. Kjánaprík sem er alltaf að renna sér á bananahýði. Og detta niður stiga. Ok. Alltaf það er komið svona þagnir. Haldið að fólk, haldið að þú veist, hirtnámslegur á batterisleysið eitthvað, segja eitthvað að þetta sé bara við með þögn. Ég veit ekki. Nei, ég heist að lengur hægt að það hækka þig í því hérna og síðan þegar við byrjum að tala aftur á svona ótrúlega hávart og við bara já og byrjum að blæður í hérna þeir út að hljóðheimnir bara hungu í loftu. Ég var einnig á þekkiramyndina Planes, Trains and Automobiles. Já. Og skemmtilega sagði það uppræðulega myndinu var 3 klukkutímar. Hæ? Já, þetta var fyrst 3 tíma mynd og síðan þurftu að, þú veist, og sko öll ónættuð atriðin eru lengri en sjálf myndin. Það var bara mjög mikið að sinna það þurfti að taka í burtu. Mér langar mjög ekki að sjá 3 klukkutíma útgáfu. Hún kom sko bara fyrir nokkrum dögum. Í fyrsta skipti hún var bara alveg týnd. En fyrir nokkrum dögum kom hún út. Já. Inn á streamisina Paramount Plus öll 3 klukkutíma útgáfan sem bara mikið lengur og mikið meira að gera. Þetta var mikið lengur. Er Paramount Plus á Íslandi? Nei, því mér ekki. Því mér. Hvernig kemur það? Örugglega bara aldrei. Eftir svona örugglega 7 ára. Nei, að segja hvað?
streymisveitur verða ekkert frægar mikið lengur. Það eru svo margar og ég held að þetta fer aftur í það bara og borgar einu sinni og fær endalaust. Já. Þannig. Já, það er ótrúlega þægilega, sko. Ég held að þetta verður bara þannig að þú, ok, Úlfur, hvað ertu ekki? Hann er að reyna að gera svona prupp með ég man ekki hvernig maður gerir þetta. Ég var aldrei að gera það. En ég held að þetta verður bara þannig, þú bara kaupir einu sinni og þetta kostar aðeins meira, þetta kostar kannski það 70 bandaríkjadali. Þá hefur þú bara úrval af myndum. Já. En náttúrulega líka mikið vesen með, þú veist, réttindamál, hver á hvaða, það er bara fyrirtæki sem eiga ákveðna myndir. En núna er þetta að fara meira í sko að streymisveitur er að búa til eigin þætti, þannig að þið bara er það þangað til að höfundarréttur rennir út bara og allir geta eftir þetta. Óli, þú kom að vera eitthvað sérstaklega þögull í þessum mati, af hvernig það? Út af því að það var þetta Úlfur var í hneykslismáli. Já. Hann var að kaupa hlut í Íslandsbanka. Já, Úlfur, þú veist af hverju gerður þetta? Gerði ég hvað? Kaupa hlut í Íslandsbanka, ekki látið svo veist ekki hvað við erum. Þú veist vel hvað við erum tala, Úlfur. Þú veist að kaupa hlut í Íslandsbanka, þetta er alvarlegt fjármál. Þetta er rata fyrir dómsmála. Þú getur verið vistar í fangelsi á Kvíabryggju. Þú veist, útskýrðu málið? Ég sá hund úti. Nei, ok, Úlfur. Hún lætur bara ekki eins og hafi ekki gert það, þegar þú veist vel að þú gerði það. Ha? Horfðu á mig. Maður verður fólk þegar að tala við mér. Læru þetta ekki að leikskóla, Úlfur. Ha? Fórst ekki að leikskóla. Og þú bara setur hér þögl, svarað okkur. Þá mætti halda og sért bara ekki hérna inni. Sért ekki þessari rými. Þú ert bara fann. Þú maður að segja orðið í hálfa mynd. Við erum að svöra. Í hálfa mínútu. Við erum að svöra hérna. Bara, þetta voru ólögleg kaup. Ætti að runga þér. Ég er ekki að gera það. Úlfur, sjáðu það vel, þú ert með hendur þeirra í nærbuksunum. Sjáðu! Já, þú varst að hætta því. Nei! Þú varst bara að hætta því núna. Nei! Hvað varst það að gera með hendur þeirra í nærbuksunum rétt á hann? Hætti, Úlfur! Það er til eitthvað sem heitir að leggja hendina á fótinn sinn. Nei, Úlfur, ég sé vel að ofan í nærbuksunum þínum hendi þeirra. Nei! En það svarar svona ekki þeirra spurningu. Þetta alvarlega mál. Keypti ég eitthvað? Þú ert að kaupa hlut í Íslandsbanka. Þetta stendur í skjölum. Keypti ég Íslandsbanka? Þú keyptir stóran hlut í Íslandsbanka. Og hvernig? Þetta var ríkissala. Og hvernig frétti að þessu undan mér? Þú ekki látið svo, þú veist ekki hvað er í gangi. Þú veist fullur hvað er í gangi. Þú veist alveg hvað er í gangi. Þetta maður rati alla fréttamæla. Hver er þetta frammi? Þetta er Bill Cosby. Bill Cosby. Hvað er hann ekki lengur döður? Ég er alveg sama. Það er líka hans, hann bara hangað úr loftinu. Það er að vera stjórnlega eins og svona brúðu. Já, hann er bara geymdur hérna okkur bókasafn á Íslandi. Með Guðmundi. Já, hann er bara líka. Og Geirfinnur. Nei, Geirfinnur. Líka, það var eitthvað, var ekki bara daginn, það var eitthvað 35 ár síðan að Guðmundi, hvað er það Geirfinnur? Geirfinnur hvað svo? Já, fyrir náttúrulega 35 árum. 45 árum. Við ætlum að fagna. Já. Við ætlum að fagna því að Geirfinnur hvarf. En núna er að koma endurgerð af myndinni Planes, Trains and Automobiles. Og Will Smith. Og Vilhjálmur Smiður. Og mennum hann YouTube-brásin Hats of Entertainment er alltaf að fjalla myndina Planes, Trains and Automobiles. Kíkið á hana. Við gerum alls konar vídeo um The Chevy Chase Show og fleiri góða myndir. Er þarna kallinn sem gera alltaf Dave Family Guy Died? Nei, það er ekki hann. Var það ekki eitthvað Moose Entertainment eitthvað? Það var eitthvað Entertainment Elk. Já. Fucking skrítið nafn. Entertainment Elk. Goofy nafn. Skrítið. Er þetta lagið með það? Heldur þú kannski að Veilskipam hefur langa tungu? Ég hef bara aldrei hvælt í því. Það verður að pæla í því ómögulega hundur. Hann Veilskipam og Nick Cotto og Cotto, þeir eru byrjaði saman. Nei.
Þeir eru það ekki. Sástu ekki svo frétt sem ég sendi þér? Þú hakkaðir eitthvað. Nei. Þú breyttir þessu. Nei. Þetta er ekki alvörunni frétt. Af hverju ekki? Hvað? Heldur Ég er að segja þér það. Nico Kato, Avocado myndi aldrei byrja með veilskipan. Af hverju ekki? Þannig að honum finnst hann örugglega að vera hálfviti. Já. Út af hverju? Út af því að þú veist, hann myndi örugglega finnast algjörlega lúðalegt að hann sé að horfa einhverja barnaþætti og... Hvað veist þú það? Ég er með Nico Kato á línunni, hvað segir þú? Ladies and gentlemen, today I got this bonus havrakaka that I'm going to eat. Já. Ertu byrjað með veilskipan? Það er hann svara kannski alveg spurningun okkar, en þetta var allavega hann. En þú sýndu okkur fréttina? Já, ég skal sýna ykkur það fórstu, þetta er nefnilega... Ekki sýna mér screenshotið sem þú tókst. Sýndu mér síðuna. Já, ég er ekki með net. Arnaldur. Ég er ekki með net. Ég skal Segðu það. Já, þetta er bara screenshotið. Af hverju ekki heldur mynda veilskipan þarna þá? Ef að þetta er frétt þá tvo. Já, býttu. Veilskipan. Já, býttu. Veilskipan. Já, þetta er sko YouTuber Nico Kato veilskipan are officially dating according to Nico Kato's newest YouTube video. Ég horfði líka á þetta vídeo. Hann sagði í vídeóinu eitthvað, já, ég er komin í einn kærasta sem veilskipan teiknum þetta gæðan. Sagði það ekki. Af hverju ertu svona viss þetta? Ég bara, þú veist, ég sé ekki fyrir mér hvernig myndi veilskipan einu sinni vilja vera með honum. Ég veit það ekki. Bara, þú ert bara gagnrýnin hana ástina hjá þeim tveimur, sko. Ef ég leita veilskipan, þetta er ekki lagi. Nico Kato, Avocado, það koma 9 niðurstöður, ekkert. Já, þú getur bara verið að tekja í burtu þessu frétt, sko. Þetta er insider. Þið taka ekki í burtu. Insider, þetta er... Já. Hvað heldur þið? Þetta var alltaf eitthvað sem ég sá, sko. Ég veit ekkert meira þetta. Ég sá þetta. Hvað sástu þetta? Inn á Insider. Hvað ert þú að gefa Insider, kallinn? Nei, ég sá eitthvað, vegna þess að ég sá eitthvað að veilskipan, hann satt eitthvað inn í kommentin, eitthvað check out this new news. Ég ítti á þetta. Það fór þetta hérna. En ég tók þetta bara burtu. Veilskipan mörgulega fjandi homofóbiskur. Já, örglega. Nei. Jú. Nei, hann gerði einu sinni vídeo eitthvað Strange World og var eitthvað svo rosalega glaður að þið kom með fyrsta homma. Fuck. Í þarna Disney-sjöunni, þannig að ekki reyna að starta eitthvað, Matti. Ég held að hann er homofóbiskur, ég var svo viss það. Það bara hljóma eins og hann er homofóbiskur. Já, hann er örgulega homofóbiskur. Ég afsakið hann er algjörlega típan af mannsku sem var canceluð fyrir það eitthvað þýst. En hann elskar svo mikið að þáttum sem hefur, þú veist, hinsegin fólkið í. Já, hann... Það er bara svona cover-up hjá hann. Og hann elskar sérstaklega hinsegin karakterina í þáttunum. Það er bara cover-up hjá hann. Af hverju ætti hann að gera cover-up? Oh my god, er það að sjá þetta? Við lífum svo veilskipan sé eins... Það er bara að vera grilla. Hversu hátt getur þú spila hljóð á síminn einu? Er þetta ekki hann að kokkurinn? Hvað er þetta? Maggi var að senda eitthvað vídeónu fullt að leið. Nú. Hvað er þetta? Já, komdu þannig. Það tengdir þáttum sem var að vinna. Þetta er eitthvað grín. Þetta er eitthvað hómynda introi. Það er örg grín. Kemur ekki orð að þetta var... Hæ? Nei, ok. Ég skil ekki. En allavega kalkunar. Þeir eru góður að Gobble. Gobble. Líka kartöflusósa. Já, en nei, kartöflusósa. Kartöflu... Ég sá nefnilega þessa... Mús. Það var þetta sætkarpulmús. Ég hef aldrei fengið við sætkarpulmús. Fjandinn, hún er góð. Eða... Kannski einu sinni. Ég sá nefnilega þessa ansi skemmtilega mynd. Það sem er að sína... Hvað svona... Get rid of one for Thanksgiving. Já. Já, við vorum samanlega þetta örgulega verið þarna... Hvað eitthvað, cornbread eitthvað? Já, var hann kornbretti. Já. Nei, því mikið sem smakka. Ég hef ekki smakkað helminguna af þessum hlutum. Nei.
Sko, já, það var pie, turkey, Já, ég með það, þetta sko turkey, potato salad, rolls, pies, ham, mac and cheese, stuffing, sósan og cornbread. Mac and cheese samt ekki beint þakkargjörð, ég veit ekki. Hvað þarf að vera þakkjörn? Það handla að vera kalkun. Kalkun. Bökurnar þurfa og bökurnar og kannski stuffing, já. Og þetta ham, já. Ham eins og hljómsveitin, ham. Og þetta kartöflu grating bara potato salad? Já, hvað var alveg klassist þetta ekki? Ég veit ekki um En hvað ætlum þið að fagna upp á þakkjarna? Já, við gerum Ætlum við? Þakkargjörðin búin? Já, ég ætla að gera það. Hvað ætlum þú að gera, Álfur? Nei. Við gerum það. Og ég ætla að gera það. Ég gerum það næsta hludag. Einmitt í kvöld, þá verður kalkun hjá mér. Af hverju gerðu það ekki fyrir 2 dögum síðan? Vegna það var bara ekki hægt fyrir 2 dögum síðan. Nú? Nei. Af hverju gerðu það þá ekki fyrir 1 degi síðan? Það var ekki hægt fyrir 1 degi síðan. Það ætlum við að gera það í dag. Bárul, hvað mál skipta það ef þetta er? Hvað? Þú veit alltaf lúðunar. Ég er bara, Úlfur, það kallar alltaf fræga manneskjur hálfvita á eitthvað. Já, en kannski er það bara hálfvitar. Þú verður ekki hitt það í alvörunni. Allir eru hálfvitar, Arnaldur. Já, við manneskjurnar eru það eina versta sem hefur komið fyrir lífið, sko. Einmitt. Já. Ég er bara að benda það. Já. En samt eru einhverjir sem þú kallar bara algjörlega geggjaða, sko. Já, það er alltaf til góða manneskjur og vonda manneskjur. Já. En það eru sumir hálfvita sem þér finnst sem eru kannski góða manneskjur. Já, eins og Veilskipam, kannski. Nei, með þess að hann er ekki góð manneskjur. Veilskipam er homofóbiskur, ég bara viss það. Já, reglulega. Ég skil það ekki, sko. Hann er það bara, hann bara hljómar þannig. Hann hljómar þannig. Já, hann hefur homofóbisku rödd sem ég veit um. En ég held að við fara í fyrstu fluguna. Já, flugan í. Já, það er til. Já, þú glimti því bara. Já, veitu, hvað? Já, það fyrir fluga til. Fluga, 1, 2 og núna. Þessa þakkargjöf. Árnason og Randur Þorláksson í nýrri íslenskri mynd. Nei, býtu. Það nefna á henni fyrst. Í hvað, lest ég hendur þið? Ok. Lestir, flugvélar og bifrar. Nei, er það ekki flugvélar? Randur. Já. Ok, já. Ég er ógeðslega indæl manneskja. Og ég hata þig. Og ég þarf að eyða næstu viku. Randur. Nei, þetta er engin leið til þess að tala við mig. Nei, Örn, þetta er ekki improv. Nei, ok, byrjum upp á nýtt. Já, ég lesa handritið. Já, ég er búin að hafa þetta. Ok, já, ok. Ég skal bara byrja frá byrjun. Ok, þessa þakkargjörð. Lestir, flugvélar. Ég var frekar veist að það eru flugvélar. Umgengnisreglur í kompunni. Matur og drykkur er ekki leyfilegur í kompunni. Þetta er eitthvað rangt handrit. Að frátöldum vatnsflöskum. Þetta er eitthvað rangt handrit. Hérna handritið. Nei, þetta er ekki handrit. Nei, já, ok. Nei, þið deilir bara handrit. Já, við deilum handrit. Food and Nei, Örn. Nei. Ok, þetta er bara improv. Já, improv. Hefur þú ekki séð myndina með John Candy og Steve Martin? Jú. Gerum bara. Ok, ég elskar það svo mikið. Jú, ok, Örn. Ok, hérna, improv, er tilbúin? Já. 1, 2 og byrja. Þessa þakkargjörð. Ég þoli. Þessa þakkar. Hefur býttu. Ég held að. Nei, ég á að byrja. Já. Þetta er ekki improv. Þessa þakkargjörð. Örn Árnason og Randur Þorláksson í nýrri mynd. Flugvélar, lestir og bifreiðar. Ertu vissum að það er ekki bíl? Er það ekki sko? Það er með. Ok, svona bara. Við erum eiginlega hættir að leika, það er árið 2026. Hæ, ég heiti Níl og ég vill fara að þakkargjörðina með konunni minni. Nei, ég það. Og ég hata þig, þú ert vond manneska. Má ég skutla þér far? Og við þurfum að vera í bíl. Nei, það er öfugt. Nei. Hann áskutla þig. Já, ég hata þig. Viltu, ég þarf að fara með þér í lestina og þú ætlar að syngja
Flintstones lagi. Nei, þú Nei, þú ert ekki að segja, þú vilt ekki gera hann. Já, og ég Jesús. Nei, veitu hvað ég sé? Gerum einhver aðra mynd. Já, einhver aðra mynd. Engin fagnar þakkarkjörn í Íslandi. Þetta sumar, Örn Árnason og Andri Þorláksson í Alit heima 1. Já. Ok, þannig byrju, hvað? Ég skal leika krakkan. Ha? Ég er krakki. Já, ég er þjórinn hana. Byrju, hvað þjór er ég? Þú ert bara hávaxni. Já, hávaxni, þú ert lágvaxni þjórinn. Ég er, já. Ég nefnilega hef ekki séð þessa mynd í svo mörg ár. Ég er að stíga nagla. Á. Það var krakkinn að segja hvað þetta er mitt hús, það ekki. Ég horfði á þessa mynd í fyrir með barnabotnum. Nei, við sleppum þessu. Eru þú bara en Christmas Vacation? Nei, við gefum bara þetta var bara jólaplata, byrja að syngja eitthvað. Já, syngjum eitthvað. Deck the halls of house of jolly. Þú syngjum svona falalala. Nei, syngjum eitthvað íslensk svona jólin er að koma. Fyrst í aðventan byrja. Þessi jól, Randver og Örn, jólalög. Já, þetta var flugan. Þannig fyrir flug. En fyrst að það er núna þakkið, þá skulum við fara í svona leik. Það sem við ætlum að segja hvað erum þakklát fyrir. Við skulum fara að hringja hérna, byrja þú Úlfur. Ég er þakkláttur fyrir Cheese. Já, ég skal gera næsta. Ég er þakkláttur fyrir að borða kalkun og þakkir henni. Eitt af því sem ég elskar þakkir mest er út af kalkun, sem ég fæ alltaf sjaldan. Þakkir henni má maður fá kalkun, sem að meina sem þetta það oftar. Kalkun, frá matur, eitt af minn uppáhaldsmatum. Ég er þakkláttur fyrir Chevy Chase. Flott. Úlfur? Það er ekki verið ámerkilegt. Eitthvað sem Chevy Chase. Það er eitthvað þakkláttur fyrir að fá að borða eitthvað seriós eða eitthvað. Hvað? Jesús, þú ert algjörlega eyðileggjast að stemma. Hvað, er hann búinn að fá eitthvað flogakast eða eitthvað? Ég held það sko. Hann er bara að stara út í lofti, hann er ekki að segja. Byrjuðu að kasta einhver í hausunum, það virkar oftast. Hvað? Einhver svo stein. Ég skal kasta Byrjuðu að kýla nafn í hálsinn. Hann gerir viðbrögð sko. Jesús, nei, fokk, hann er bara, Armundur, nei, hætt, Armundur, ég snert hann ekki. Þú snertir hann víst, hann er rótaður. Hann er svona þykjast, hann er svona opin augun. Það er einhver fann líka. Nei, Armundur, hvað minna hann með opin, hann er blæður munnunum hans. Armundur, hann er með brotnar tennur. Hann er að snerta brín. Fokk, ég ætla að lægja með þig, Úlfur. Ég þakkláttur fyrir að deyja ekki eða eitthvað. Já, þú rótaður hann, það er ekki eitthvað til að vera þakkláttur fyrir þig. Ég rótaði það. Þú rótaður hann víst, hvernig stætt, þú breyst í honum tönnar, blæður munnunum hans. Já. Það er þakkláttur fyrir eitthvað, Úlfur. Ég er þakkláttur að fengi að sjá hund í dag. Já. Var þetta krútlu hundur? Já. Var þetta þarna niður á bókstætti? Ég veit það ekki. Já, Tejan. Er hann þá hérna? Tejan er hann þá. Já. Ef þetta er það sem að gera á þakkargjörninni, þá bara djöfull maður. En já. Hvað er hann? Hann er hérna. Segðu hann er hérna. Já, gaman. En þannig að, já, hvernig byrja næsta þáttur af spurningkasti? Spurningkasti? Já, Ég er ekki einu sinni viss hvort þetta mun heita spunakast. Nei, ég var kannski að vera hvort að spáði að þú verður meira svona kvikmyndahlaðar. Eða eitthvað annað. Bara ekki spunakast. Ástæðan þess að við notum nafnið spunakast er að venna þess að þetta byrja allt þannig að mér leiddi svo mikið í daginn og ég ákvað að hringja í Armund og spyrja hvort við ættum kannski að gera eitthvað hlaðvarstátt, eitthvað 2 tíma hlaðvarstátt sem er ekki Kallakóin. Og verðan sem við höfum ekkert plön fyrir það, þá okkur við bara að gagla spunakast. Já, en sko, það sem ég hættu við myndum bara spunakast aftur og svona þess að á þeim tíma sem við gerum hana eina spunakast átt,
það var karlakonum svo mikið að liðum. En í dag karlakonum bara orðið pínus að spunakast, bara svona frjáls spjallilega. Þannig að það væri örugglega, þú veist, fyrir eitthvað svona lítið. Það getur ekki svona gest í spunakast, það? Já, við getum prófað á gesti. Ég veit ekki hvaða gesti. Ha? Ég veit ekki hvaða gesti. Ha? Ég veit ekki hvaða gesti þið myndu fá. Talandi gesti. Til dæmis þig. Við erum að fara að fá góðan gestinga, þið tveir. Ég ætla að fara á klósettið. Já, við erum að fá nefnilega gest hérna í Sögusund. Og það hinn frægi Íslandingur Hilmir Snær sem var kominn. Já. Hvað segirðu Hilmir Snær? Blessaður Hilmir. Halló. Heyrðu, má ég setja sérna? Já. Gjörðu sæl. Já, heyrðu. Ég svo góður í að segja R. Þú varst í fósbræðinum. Já. Þú varst frábær þar. Já. Hilmir, færði buxur. Já. Hann nakin? Heyrðu. Jésus, fuck, að gubba alltaf. Ok, við þurfum að þrýfa þetta, sko. Nei, jésus, þetta ekki. Skunna mínu allt, ok, ætla ekki bara að fara. Ég held að þetta eitthvað veikur í dag, sko. Ætla ekki bara að taka daginn af. Nei. Fólk getur komið að hlaðvarp, það ekki allt, maður. Fólk er að segja að ég eins og Kári Stefánsson. Já, Hvernig ég tala. Viltu ekki bara fara heim? Nei. Allt út í ælu. Heyrðu. Andskotin. Maggi var eitthvað að týta. Þetta út allt. Hver Maggi? Það eitthvað, hann var fyrirverandi meðlumur í þáttunum, hann var alltaf að tweeta núna. Ofan í skónum mínum, maður. Hvað? Þú getur þetta kallt. Fór þetta svona langt? Já, þetta fór yfir allt borðið. Guð minn góður. Hilmir, ég held að þetta bara farað, þetta ekki bara fara. Ég mun koma aftur. Hvenær kemur þriðja veiðiferðarmenn? Hún kemur bráðum. Já, ég get ekki beðið. Síðastu veiðiferðin, allir síðastu veiðiferðin, langt síðastu veiðiferðin. Síðan kemur síðan kemur enn einu veiðiferðin. Jesús, næsta veiðiferðin. Síðan kemur þetta komið allt yfir stóluna þú, önnur veiðiferðin. Síðan kemur Arnmundur, hættu aðeins, hann augljóslega veikur, Jesús. Já, viltu ekki bara fara heim? Nei, Jesús. Þetta er að hurða húnum sem var. Já, fara heim. Úlfur, þú mátt koma, Úlfur, hvað er Úlfur? Nei, af hverju allt út í ælu? Hilmir Snær eldir og allt. Hilmir? Hilmir Snær, já. Ertu að segja mér að Hilmir Snær gerði þetta? Hilmir Snær kom hérna bara. Gesturinn sem ég bauð hingað. Já, hann eldi bara nefnir allt. Þú varst alltaf á klósettinu þegar við fáum gesta og þú gerðist alltaf á klósettinu. Já, alltaf hring mjög annars. Það er vel að segja, ég verð alltaf svo spenntur, ég fæ svona spennukúk. Ég fæ svona spennukúk. Nei, Úlfur, passaði, Spennupiss. Kvíðapiss. Andskotin maður. Nú, það er stólun að smaka, það er ekki neitt. Helvítið. Hann minna að guppa honum. Fjandinn. Mér svo komið guppa hann í skóna mína og þú getur þetta kallt. Guppa á ekki að vera kallt. Já. Það getur allt við græjunum líka og ég ætla að ég er líka með þessa bók hérna sem ég ætla að skipta út í Pennin Eymundsson leiðinni heim og hún er bara alveg út í guppi maður, ég veit ekki hvort ég get bjargað henni. Já. Jesús, ég veit ekki ein mannska gæti guppa svona mikið. Hörru, ég get ekki horft á þessa stóðu sko. Nei, Úlfur, ekki þú. Við heldum við þurfum bara að enda það aftur eða eitthvað. Það er svo ógeðslega litið, nei. Jesús. Hörru, ég held ég þarf aftur á klósetti sko, vil ég ekki bara fara í sögustundir okkar eða eitthvað? Já, við erum alveg annan gest sem ætlar að koma. Já, þá fyrir við bara í sögustundin okkar þar sem við fáum góðan gest og það er hún Steinþóra Vilhjálmsdóttir Óperusöngvan úr Garðabænum. Já. Sögustundin okkar. Fuck, þetta er ógeðslega svingið að maður. Góðan daginn, velkomin í sögustundin okkar, hér hefur Steinþóru Vilhjálmsdóttir. Já, þú varst óperusöngvana Steinþóra úr Garðabænum. Þú varst að bjóða þú erst að hugsa að bjóða þig fram sem forseti Íslands.
næstu kostningar sem eru að það næsta ári. Já. En já, það satt að þú átt 12 börn? Steinþóra. Við erum að fara að gera nýja óperu sem verður sýnd í Hörpunni helgina sem heitir Svarti kalkúnninn. Ég ætla að spyrja börnin þín. Það satt að þú átt 12 börn? Nei. En þú átt líka kalkún að ekki? Kalkún sem gældi. Já, kalkún. Já, sem gældi. Og hann komið með okkur. Og hann kannan tala. Talandi kalkún. Já. Blessaður. Gobble. Hvað? Já, hann frekar. Fuck! Hann beit mig. Hvað, hann ekki búin að drepa hann? Hann ekki búin að drepa hann þetta þakkarni? Hann nefnilega þú veist hvernig hann spurði þarna 12 börnin? Já. Hann nefnilega drap 6 af börnunum mínum. Nei, já, en... Beit þau. Hann með hundaveiki. Á ekki að borða hann Var ég klappa honum? Á ekki að borða hann að þakkar hann? Fuck, er það lagi? Gobble. Ég veit ekki hvort þú getur hægt þetta. Beint í punginn. Jesus! Ok, er það... Það er ekki Steinþóra. Ok. No. Það er kalkunni. Jesus! Fucking Jesus! Andskotin maður. Já. Gobble. Við þurfum að trefna þetta kveikindi. Hús. Þú verður það ekki að réttur hann í það. Hús. Ok, hann dör. Við erum að opna inn í koppunni. Hann er að spæra þess að þakkar þáttur. Við getum bara að borða. Steinþóra. Ég stila í Steinþóra mín. Geð mig líki. Afsaki, ég þurfti bara að drepa hann. Hann er ekki til. Hann komur. Jesus. Ok. Þetta er alveg svo... Ég þarf að okra. Þetta er alveg svo Turkey Guys þátturinn á Family Guy. Hafið þið séð það þátt? Já. Við vorum að tala um það. En yndislegt. Ef við getum sinn, Rétti með grjótið. Grjótið? Rétti með grjótið. Grjótið? Hérna. Já, takk fyrir. Þú skrifum bara með grjót í stúdíóinu. Vá. En það er hérna opn, þannig rétt með líki. Skulum setja hérna inn í opnin. Herri, já, ekki að hafa smá máltíð í þessum þætti. Já, hann er Jú. svona inn í opninum. Hann er auðvitað lifandi inn í opninum. Já. Já, við látum bara degja inn í opninum. Já, látum bara degja. Það er betur fyrir barninu. Muldraði samt grjóti í Hvað sé, þú veist ekki líkil? Nei, óperu. Ópera. Söngleik. Já, kalkuna. Já. Já, ok. Ég ætla kannski að breyta því núna. Já, getur við. Já, þetta kalkunni söng nefnilega í leikritinu. Já. Það var ekki auðvelt að hafa hann í æfingadeildinu, sko. Já, hann beit hverja einustu dansara. En já, það þurfti að fá nýja. Þannig að það er alltaf 12. Heyrðu, hann er tilbúinn. Það er bara örnbylgjum. Nú er komið diska. Rífapöf. Nei, Armundur, við höfum kannski átt að fjadrirna á honum fyrst. Já. Hver vill stinga fyllingunum raskatlega? Ég skal gera það. Ef við ekki stoppa aðeins. Sýna þessum helvítis ég er bara hver ræður. Það er ekki fyllingin. Hæ? Þetta er ekki fyllingin. Nú? Nei, þetta er plastdiskur svo að þetta er njöfn, þetta er bara búin að bláðna. Leif mér að skera kalkun. Oh my god. Þetta er alveg eins og kalkunin í Christmas Vacation. Þetta líkt eins og blendplast, þetta er blendplast. Út okkur settur plastdisk. Hefðu, Mr. Bean. Nei, jæja. En tók kalkunum, hei. Er henni dáin þetta Mr. Hvað, Mr. Hann tróðaði bara kalkun upp í hausi sinn. Hann er dáin. Við erum að koma með Monika úr Frans. Hvað er í gangi? Ég veit það ekki. En hvað er þú að stinga hann upp á hausinn? Eins og ég sem hann á þetta.
Ætlar ekki að stinga hún upp í hausinu svo gerir ég sem hún á fjöldsæti. Ok, eila. Og þetta er Mónika hérna. Hérna, þú mátt stinga hausinu. Herðu, já. Nei, já, Mónika er líka döðmann. Með 2 líkindinni, kalkun fullan af plasti, bráðinu plasti, óbyrðsyngur garðabænum og síðan eitthvað smábært plasti á bak við ofnin. Við erum allir með uppöfkuna. Hérna er graskýrsbakan og... Þetta er ekki baka, þetta er bara hörnu súpa. Þetta er súpa sem er orðið svo gömul, hún er bara harðna. Þetta er rjómi, hann er... Heyrðu, ég held að það sé best að... Hilmisnar gubbaði í rjóman, hann að... Ég held að það sé best að ég bara fari. Nei, þú er að fóða graskýrsbakana sem er Hilmisnar gubbaði. Já, Hilmir Snær. Var hann hérna? Já, þetta er gubbarnas Hilmisnar. Já. Anna, ætla ekki bara að fara? Jú, ég ætla bara að fara. Heyrðu. Við erum ekki að hoppa út klukkan. Hvað er málum með alla kissingummenn? Það hoppa alltaf þetta líka. Þú stegja bara alltaf. Alltaf. Ekki aftur. Jæja, þá var maður búinn að guppa. Þá var maður búinn að guppa. Er þetta Hilmisna? Nei, þetta er ég, Úlfur. Já. Mástu, ég var bara að koma með gubbukastum og sagði hvað er í gangi? Hvað er rotnandi kalkús sem verður ennþá fjadrir á sér að gera hérna á borðin? Við megum ekki borða hérna. Það er einmitt skilti, engin matur eða drykkileiðir í kompunni. Endurlokaðar flöskur eru leiðar. Ófút og drikksaláttinn kompan. Þessi óperusöngvara, hún var með ekkert kalkún. Og hún er engin fokking furða að það er blóðarstana. Já, síðan líka kom Mr. Bean og hann er glögginn brotinn af Úlfur, þessi virkilega hissa glögginn er brotinn. Og Monica og Friends og Mr. Bean, þau eru hérna dauð líkinu og það er lítið barð fast á bak við veggopnin. Ég veit ekki svona hvað þetta er, hann var búin að vera þetta því við komum inn. Og síðan er Örn Árnason sleikur líka hann Stjón Kandi hérna á bak við búkskapun. Þú veist, hvað er í gangi í svona gangi? Af hverju gerist alltaf eitthvað rosalegt á meðan ég er í burtu? Ég veit það ekki. Þú ert bara svo oft í burtu, verður sjá okkur, ég skiltur vel. Já, þú eru bara hægt að vera. Ég þurfti að æla. Já, þú veist, ertu búin að sjá þetta? Hilmisnar öllum máltinu, það er ekki meina. Ég upplifði það. Ég bara, veit ekki hvað þetta, fuck, þetta er svo ógætlegt maður. Ertu að fokka í? Þeir eru aldrei eftir að fá leiða okkur að koma í þessa kampi. Hvað í andskotanum? Þeir eru ekki bara að leiða okkur að koma inn. Djöfull! Er það lægið með þér? Þeir eru farnir að rústa allir. Það er þessi gæja með sushi. Það er ekki gæja með sushi. Heyrðu, sushi? Heyrðu? Nei, Úlfur ekki. Það er matareiturinn í sushi. Tokyo sushi. Það stendur á þessu. Inniheldur matareiturinn. Já, það stendur á þessu. En ég ætla með Er þetta þakkargjörðin í ykkar augum? Ég er með Popeyes. En ég er með Popeyes. Ég er sama Popeyes. Ég er með Popeyes kalkún. Veistu hversu mikið Popeyes getur gert mér óglatt? Allt út af smökkunahorni mumma. Mann sé eftir það love the chicken from Popeyes. Welcome to the Popeyes. Nei, þetta var ekki welcome to, þetta var love the chicken from Popeyes. Chicken from Popeyes. Já, þetta var í endanum okkur skjöðum daginn. Já, Karli var þetta. Ég held að við þurfum að fara í aðra flugu. Já. Við verðum að hreinsa þetta upp, sko. Fuck maður. Við skulum kíkja í næstu flugu. Ég ætla að kveikja Við skulum gera það 1, 2 og núna. Við verðum að ná þeim Jónatan sem er leikinn af Charlie Sheen. Jónatan. Ég er Charlie Sheen og ég veit ekkert hvað ég er að gera. Já, Jónatan. Jónatan, þú Jónatan, við þurfum að ná bófanum. Þetta er bófinn hérna. Já. Ég er Anna Faris og Scary Movie-myndunum og ég er bófinn. Ég stal brjóstahaldar og hagkaup. Nóni kemur til ekki óbeldi. Löggu óbeldi. Já.
Charlie, hjálp, við leikum saman í Scary Movie 3 og 4. Ég er allt í einu, ég er núna með trúðanef. Nei, Charlie, núna þú að kirkja hana. Hvar eru brandararnir? Nei, hvar eru auðalegu brandararnir sem eru allt og langir og auðalegir? Charlie, núna þú að kirkja hana. Ég vil bara fá paycheckin þitt og gera nýja seríu á Mom. Charlie, halló. Núna þú, í þessari stein áttu að kirkja hana. Já, ok. Ok, Charlie, hvað fekk svona fast? Ok, Charlie. Nei, Charlie, þú bara látið svo þetta kirkjana, ekki í alveg. Er þetta ekki sömu gæðnar að bögja til Epic Movie, Disaster Movie, Date Movie, Starving Games, Superfast, Vampire Suck, Scary Movie, Kentucky Fried Movie. Scary Movie ekki, nei. Nei, ég er vanda bóin. Nei, þú, Charlie sín átt kirkja þá til þú deyr. Já, ok, dáin. Nei. Nei, þú skal segja, Charlie, þú mátt hætta að kirkja það. Charlie, þú mátt hætta að kirkja það. Ha? Ok, Charlie, er þetta ekki full fast, kannski? Ég get ekki hætt. Anna Faris, ég get ekki hætt að kirkja þig. Nei, ég er dáin. Charlie, er þetta ekki full fast, sko? Ég held að hann sé alveg ok, Charlie, nei, hættu. Ok, Charlie, við erum núna búin að taka upp senuna. Charlie. Ég get ekki hætt. Charlie, hún er að kapna. Charlie. Senan er búin. Charlie. Ég leik í andanum. Charlie, þetta er bara mynd. Slepptinni maður. Slepptinni. Ég leik í andanum. Cops and Criminals movie. Komin í bíó. Eftir Aaron Friedberg og Jason Marlon Wayans. Hætti þið, ok? Þú er óþólandi. Sheen Wayans. Já, þetta var fluga. Ég kveikti á viftinu og var guppi henni, þannig að hún er guppi yfir öllu. Herru, hún skaut úr guppi bara á viftuna. Þetta gæti ekki verið verri þakkagjörða þáttur. Það þarna, af hverju gerist alltaf einhver andskotin á þakkagjörðinni? Ég veit það ekki. Hafði þessi myndin á Friends Gaming frá 2020? Hæ? Hafði þessi myndin á Friends Gaming frá 2020? Nei. Ekki heldur. Friends Gaming? Giving. Já, ok. Ég held að þetta væri eitthvað gaming rás úr Friends, eitthvað Ross og eitthvað. Ross eitthvað, welcome to the gaming area. Já, það var ekki gaman. Ég finnir alltaf gaman maður. Herru, en vegna þess að núna stundin voru að loka, þá fór ég með Karlakóa Facebook-afningin og spurði það spurninga út í lokununa og þið svörðu. Þannig að ég ætla aðeins að fara inn á Kringlan. Ég spurði hverfa allir skyndibitastaðarnir ef maður færast til og vera áfram. Og þá sagði Kringlan, þeir færast til og nýjir bætast í flórun. Þannig að verða hann þannig að Sparrow verður hann þá í Kringluna svona. Já. Gaman. Já. Taldu Sparrow, ég ætla örugglega að fá með Sparrow pítsu eftir. Og hvað með kalkun? Er kalkun að pítsa á Sparrow? Það hljómaði þetta útla vel, mér langar að pröfa það. Með sætum kartum í stað fyrir sveppi. Og pekanheitum. Já. En South Park er ekki góð þættir. Vegna þess að þetta eru mjög svona hægri sinna þættir, vissu það? Þú varst búin að segja mér það. Já. Nú? Já, þetta er nefnilega vegna þess að, sko, eins og það er oft svona að tala um Af hverju er þá svona fullt af vinstrimönnum sem elska þess að vegna þess að það er oft tala um svo South Park og Family Guy. Það eru bara þess að þetta sem mjög ekki svona að tala um stjórnmál. Og munurinn er að Family Guy er mjög svona vinstri sinnað. Family Guy er frekar svona hlutleysir mér oft. Já, ég ger grína báðum eiginlega. Ég finnst þeir varla gera grína af stjórnmálum, sko. Family Guy? Já. Ok, þú. Þeir gera alveg mjög mikið grína stjórnmál. Það? Já. Mér finnst það bara aðalega að vera eitthvað þeir hafa lýst Peter Griffin að kýla kalkuna og drepa börnin sín. Já, en þú veist, eins og þeir genna sér grín eitthvað sem var að líka republikunum við, þú veist, nasistaflokkin í Þýskalandi. Já. Og þeir eru alveg svona mjög svona vinsi sinna skoðanir. En South Park þeir séu svona með hægri menn og með hægri í Bandaríkjunum með mjög hægri sinna. Já, eða miðað á Íslandi, það er sjálfstæðisflokkurinn á Íslandi. Já, þú veist, jafnvel aðeins meira hægri, sko. Jafnvel miðflokkurinn. Jafnvel miðflokkurinn, og þú veist. Og það sko, því hægri menn í Bandaríkjunum er mikið óhrættari við að segja bara að þeim finnst ógeðslegt að vera trans, eitthvað þeim bara,
Það mikið bara opnar það en það Bandaríkin svo miklu stærra líka heldur en Ísland sko. Bara fucked up Það til svona hluta sem eitthvað Já, líka enda eru bara Bandaríkin fucked up sko. Ég vil ekki búa þarna. Þetta skrítast þau heimi sko. Ég var til í að heimsækja þarna sko, en ekki að búa þarna. Bandaríkin svo fucking skrítið þjóð. Ég hafði hugsað út að eitthvað risa land sem meiri hlutin og þetta skipt í 50 fylki og meiri hlutin af þessum fylkjum búin að banna þungunarrof og því þetta er alltaf hægirinn sinna og má hafa byssur og ef einhver reynir að ræna þér þá máttu bara skjóta þau því og þetta er eitthvað stærsta löndum heim og bara eitthvað ríkustu Kanada er svona mjög svipar skoðanir Kanada Forsetinn í Kanada og Joe Biden það er eitthvað bestu vinnar og forsetráðherrann í Kanada Er Kanada vinstri þjóð? Þeir eru svona hálfvinstri og hálfhægri Já, það er bara eins og Bandaríkin Það eru tveir flokkar Þetta er aðsmið Þá er þetta bara Sko, afsakið, en Kanada er bara svona venjulegari útgáfa af Bandaríkjunum sem er bara ekkert að bokka Þess vegna væri ég bara mest til, þú veist, af öllu að heimsækja minnst að kosti í Kanada sko. Mér langar svo mikið að búa í Hollandi En þarna Þið erum mjög líkt svona kerfi á Íslandi Mexíkó Það er chilla sko Sko já Það er hægt að borða alls konar góðan mat og En já, flottur staður sko. Í Hollandi það er mjög líkt kosningakerfi á Íslandi Það eru flokkar og síðan þeir mynda meira hluta en sko það þarftu bara 0,2% af atkvæðum til að komast inn á þing Já, bara moral of this Thanksgiving special að kalla kóðun ekki fara til Bandaríkjana Og líka, sko fara til Holland Líka með South Park, þú veist, þetta er náttúrulega Já, bara það var sagt að svona flesti sem að horfa, eða flesti republikanar elska South Park til þess Og þetta er líka þannig að Já, það fundur mjög mikið að vinstri fólk sem horfur á þetta út af hrassaði Og þú veist líka með South Park hægt að framlega South Park? Nei, það er það ekki Ég hægt að framlega það Nei, það er það ekki Menn að sko það sem þið gerðu grín af í gamla daga var í gamla daga Það er ekki, sko, stjórnmál breytast í gennum árin Kannski hafa þau breyst Þegar menna þú hefur ekki séð alltaf þættina South Park eða þannig Nei, okkur ætti ég að gera það Nei, bara þú veist Þetta var einu svona þarna áður þannig og núna er þetta svona skilur Þannig að kannski myndir þú breyta Ert þú þetta South Park? Ég hef ekki hort á einn einasta þátt Nei En þú veist, minnst líka eins og að gera, þú veist, Family Guy og Simpsons það tekur 1 ár Það tekur 1 viku að búið til South Park þetta Það gera þetta allt sem bara 1 viku Minnst líka teiknisillan var hræðilegur í þessu Og já, líka bara húmorinn líka, þess maður ekki verið með fyndin Þú veist að þú ert að gera þúsundir manns Já, milljónir mér er alveg saman Og líka, þetta er bara lítil börn Þetta er eina mest fyrirsjáanlegasta svar sem maður getur hugsað að svara sko þegar maður segir eitthvað svona Það er eins og Brian úr Family Guy Svo fyrirsjáanlegur En hvað með að syngja með eitthvað fyrirtæki og spurðum út í þekkaruna Bara af hverju er ekki með skreytingar í búum Við spurjum hvað er þú þakkláttur fyrir Já, eða bara eitthvað svona, það er svo mikið búum sem eru bara ekkert að auglýsa þekkarana Af hverju er það ekki auglýska þekkarana Já, gerðu þú það? Ha? Gerðu þú það? Ég er ekki góður í að hringja fólk Nei, ég bara er á hann þittur Það tekur svo langan Segir gaurinn sem hringdi í Skara Skrýpó Ég hringdi ekki í Skara Skrýpó Já, var það mamma þín sem gerði það? Ég hringdi ekki Við ætlum að hringja inn í karlakonum og svara það ekki Já, ég man reynda bara ekkert eftir því samt sko En ég er sko þreyttur á þessu að hringja í fyrirtæki og það tekur alltaf svo langan tíma Það er líka það er sunnudagur Allt lokað, tekur langan tíma, ekki allir svara og Þetta hringdu við ekki eitthvað fullt þegar við tókum upp á miðvikudaginn Jú Það er allt opið á miðvikudaginn Við hringdu líka bara fullt af fólki sem er þekktum Já Hringdu við sér bróður Ég hef samt að það hringja meiri í þú í svona fyrirtækjum þess að allt var opið þá En heyrðu Korter eftir maður Korter Það er 13 mínútur 13 mínútur alveg Það var svona að selja svona lufblóða skreytingar Kransa Eru þið eitthvað búin að skreita heima hjá þér? Ekki fyrir þakkargjörðina Nei, það er ekkert mikið Við erum með 1 jólaskraut sko Við erum með 1 sem er mjög lítið En við erum bara með það og við erum nýbúin að kaupa það Og við nefndum ekki verið að setja eitthvað
ofan í pakka og inn í geymslu strax bara út af og við sáum það bara því síðast rennigröðunni. Og já, það er fyrst í aðvendu í dag. Já, það er fyrst í aðvendu í dag. Og ég komin með svona jólaserju inn í herbergið mitt. Já, ég alltaf með svona serju. Mér finnst alltaf að vera svona gamla. Nú? Já. Ég held að vera algjörlega orðin þreyttur á þessu. Nei, þú veist, þetta er bara svona ljós. Það er ekki að segja bara, ljós eru hluta jólanum. Bara byrt er ekki hluta jólunum. Nei, sko, ég er alltaf með svona ljósaserju inni hjá mér. Bara alltaf á hring. Alltaf á hring minni. En ég inni líka, sko, ég veit ekki hvað það. Nei, engin mann hvað. Ég veit því aftur búin að vera að stefna. En þarna, kötturinn á Seth MacFarlane var þetta, já, einmitt. Og hann heitir Helix. Og hann var hvetað til þess að fólk ætti að skála í kvöld fyrir minningu hans. Já. Þannig að ef við erum að glas og segja til Helix. Til Helix. Já, og drekkið. Já, hann er ekkert að taka upp eitthvað vídeo bara eitthvað. Maður geta hann bara skálum fyrir minningu kattar míns. Helix. Alveg svo Felix með há. Það skrifastu sko Felix Bergman. Felix Bergson? Ég veit ekki hvað það segir Bergman. Það skrifastu Felix Bergman en líka Hallgrími Jónassoni. Já, ok. Ég veist að það er ekki mikið eftir til þess að tala um eins og þetta. Mér finnst að þetta bara ljúka þessu bara eftir, þú veist, 1 mínútu eða eitthvað. Og svo kannski kemur hann með svona 5 lög eða eitthvað. Þannig er enginn að hlusta 5. Nei, við getum bara eitthvað svona fikling. Nei, hvað við spilum sjónvarpsbláman með Adna Þursablokkuna 10 mínútur langt lag. Eða Autobahn með Kraftwerk að 23 mínútur. Gobbul-lag sem við varum að hlusta á hana. Já, einmitt. Hvað? Já, þetta er mjög gott Gobbul-lag sem þú þekkir hana. Þú veit bara að heyra þegar þátturinn kemur út. Já. Spólar alveg til enda. Nefnum þú vilt heyra alla gubbu vitleysuna sem þú búin að lenda í þessum þættir, sko. Eitt annað sem við með Seth MacFarlane. By the way, ætti kannski minn ykkur kæru hlustarana, það er ennþá allt út allt. Það er gubb og líka og það er alltaf brotin gluggi og það er með þess að gubb í hárinu mínu. Já. En ég var bara að læra að Seth MacFarlane alltaf gefið mjög mikið af jazzplötum. Já, ég hlusta á eitt jólalag eftir hann. Ég vissi ég held ég að við einhvern veginn heist að hann er mikill jazzmaður. Já, sko, hann gefur mig góða lög. Þeir hljóma náttúrulega öll eins. Nei, það er ekki með það big band eða svona eins og er í Family líka. Ég veit það, nei, ég veit hann er mikill aðdæmandi big band. Ég skal bara spila það. Heldur að við verðum ekki copyright? Nei. Allt er kæmtjóður. Ég er eitthvað. Já, þetta er... Hvaða auglýsing er þetta? Hvað er þetta? Þetta er krakki að purra. Hérna er eitthvað. Seth MacFarlane segðu að minnstakosti kreditum lægi. Já, þetta heitir On Green Dolphin Street. Lover, one lovely day. Hann er með mjög góða rödd, sko. Þetta hann syngja? Já. Hann er alveg söngari, sko. Eiginlega öll lögin að hljóma sér að lega. Já, þetta er gott lag. Þetta er aldrei hérna. Já, þetta er gott. Það er nefnilega ástæða af hverju þið fengu, sko, Seth MacFarlane til þess að tala fyrir mús í sín, sko. Tala Seth MacFarlane fyrir músina í sín? Já. Ég man ekki að þetta hafi verið mús, ég man ekki að þetta er mús. Var mús? Já. Hann átti að vera svona... Já, þetta var svona ógeðslega leiðilega og svona djafskur. Já, þannig. Og hann var leikinn að Seth MacFarlane. Ég veit ekki að hann var leikinn það. Ég horfði reyndar á íslensku útgáðan sem ég þyngdu og hvað var þetta? Sýndu. Og það var það Felix Bergman sem leikur áttuna. Nei, ég veit ekki. Svo ég ætla að senda þetta fyrrum meðluminn Magnús Sigurjónsson. Nei. Jú. Ok. Hvað, af hverju þér ekki alveg druglu saman, Matti? Endar. Þú bara, nei. Nei, mér langar það ekki. Thanksgiving. Ég vill það ekki. Hashtag, ég ætla að setja bara eitthvað svona. Hashtag Thanksgiving.
Hljómar er svo Facebook-móður þegar þú skrifar eitthvað svona #Thanksgiving #Thanksgiving, #Thanksgiving, #how #Thankful for life #Thankful for a roof over my head. Sendi svona mynd af fjölskyldunni sína á skíðum í Grænlandi. Ég bara að vera að senda eitthvað Snapchat. Hvað er að senda Snapchat? Af hverju ertu að taka svona mikið af myndum af mér, Almendur? Vegna þess að karlakon. Story. Já, Úlfur. Ég er ekki búin að spjalla við þig að Snapchat síðan fyrir 30 vikum. Já, Úlfur, þú byrjar aftur að nota Snapchat eða hvað? Ég sendi 1 gif af Magga sem er einhverja mús. Já. En ég er búin að búa til Bitmoji. En að Maggi var eitthvað að segja að þú eru með foot fetish. Hvað sér maður? Já, en þess að ég er berfættur. Já. Þannig að mér fannst það bara fyndið. Funny. Ég senda þér myndband af Snapchat, Úlfur. Já, fyrir mig, hætti tímanum. Þátturinn og hvað sem er að vera búin. Það er mér drull. Haldi kæft, Úlfur. En já, Jesús, þetta er búin að vera alltaf vandrættur. Æ, Úlfur, ekki leggjast í gubbið. Já, það leggjast í gubbið hans Hilmi. Það þakkar að hafa hólu. En það er eitthvað svín. Hæ? Svín? Þetta er vídeo svín. Svíni? Já, þetta er vídeo svíni. Wow, talaði í líkamannin. Hvað heldur að áhörvendur á meðan fyrir að reyna að sofna yfir þessum þætti að hlusta á mig og öskara svín við mækinn? En hvað með fá Jóhann Alfreð bara í settið, í smásan? Nei? Og ég sé hann það frammi, sko. Algjörlega til hann. Já, ok. Byrju, ég ætla að kalla hann. Jóhann Alfreð. Það er að koma. Þetta er actually í fyrsta skipti sem ég er hérna með Jóhanni Alfreð, sko. Já, blessa Jóhann, hvað? Jóhann, blessaður. Já, halló? Þú, hvað er það kom í þáttinn bara? Ég hef aldrei hitt þig. Já, hæ. Já. Þetta er Úlfur, hann er alltaf bara að vera dollið þegar við erum að hengja þig. Já, það er bara... Hann er mikið aðdáðandi þetta með Íslanda. Mál til þess að reka út dolluna. Já. En Jóhann, hvað er sem þekkjar hana? Ekki spækuppið. Já, heyrðu, hvað? Já, Hilmi sem er kominn og þessi kappuna er eitthvað kominn Já. Hann er helvíti góður í að segja R. Hæ? Já, Hann er svo Kári Stefáns. Hilmi Stefán, nei, Hilmi Snær. Hilmi Snær, já. Já, þarna, Úlfur, vildu þú ekki spyrja hvað Jóhann Alfreð um eitthvað? Ég hef ekki til þess að segja Jóhann Alfreð, sko. Hann er með Íslandi. Maður sé hann líka með flugdólkin. Ég veit það. Já, það var funny. Já, spyrja hvernig flugdólkin. Já, þannig að hvernig var það að vera kallaði dólgur í miðju Íslandi? Helvítis fucking... Ég er ekki kýlan. Jesús. Shit! Jóhann. Farðu af hennu, Jóhann. Ekki kalla mig dólg! Þú verður þakklátur það. Við ætlum bara að leyfa Jóhann að gera sinn hlut. Hann er bara að gera þetta fyrir athygli. Þannig að hætta að kirkja. Hann sé eftir þarna þessi dólgur er dúlla. Það ég held að það sé dáin eða. Jæja. Jóhann Alfreð dáin, hann kemur aldrei fyrir. Nei, það er Úlfur sem er dáin. Við ætlum að halda áfram þáttinn með mér. Jóhann. Þú verður bara út. Jóhann. Nei, ég ætla að vera í þessum þætti. Drugla þig og aftur í sett. Við ætlum að klára þetta. Hann er dáin, sko. Ef að ég fer, þá er það bara þið tveir að tala um einhver stjórnmál og kalkúna alla þáttinn. Já, ég held með þess að þið verður alveg sama karlakona. Nei, þú sestu niður. Sestu niður. Farðu út. Sestu Þú niður. ert að halda okkur í gistingu hérna, Jóhann. Við ætlum bara Sestu að enda niður. þáttum bara. Sestu niður. 57 mínútur. Beint í hálsa. Ég er bara þakkláttur fyrir Jóhann Alfreð. Ég fengi nóg af því að þið eru alltaf að hringja í mig. Og meðan ég er að taka heila hristing á Rástvö. Nei, veitu, Jóhann. Veitu, en þú er svo funny með Ísland. Arnbjörn. Hann er dáin.
líkið þessari kompu og við ætlum að minna fyrir bara þessu samfélagsmiðlum og þá ætlum við að fara í eitt fann í lag það var eitthvað göbbul Kannski getum við vaknað Nei Ég skal bara fara Já, ok, þá fyrir við í lagi hvað Getur þú að spila þessi dólkur í dóla? Nei, hefðu, hann ekki dauður? Nei, ef við ætlum að spila Hann ekki með Við minnum á að það við erum öllum helst samfélagsmiðlum Þú veist að reka frá þessar kompu Já, fyrir við í lag Já, lag Takk fyrir okkur Góbul I'm a perky disco turkey because I love to dance. I know this may seem bizarre. It's the coolest thing to do. That's why I'm such a star. Step side to side, reach high and low. Wiggle your shoulders and make a pose. Repeat side to side, high and low. Shake your feathers and point your toes. Now say gobble, gobble, gobble. Gobble, gobble, gobble. And strut, strut, strut. And a strut, strut, strut. Do a wobble, wobble, wobble. Wobble, wobble, wobble. And then we got stuck. And then we got stuck. Wow! I'm a perky disco turkey because I love to dance. I know this may seem bizarre. It's the coolest thing to do. That's why I'm such a star. Step side to side, reach high and low. Wiggle your shoulders and make a pose. Repeat side to side, high and low. Shake your feathers and point your toes. Now say gobble, gobble, gobble. Gobble, gobble, gobble. And strut, strut, strut. And a strut, strut, strut. Do a wobble, wobble, wobble. Wobble, wobble, wobble. And then we got stuck. And then we got stuck. Wow! Now we turkey discoed a mighty fine dance and we're proud of how we moved. It was so much fun, we don't want to be done, so let's give it one more groove. Step side to side, reach high and low. Wiggle your shoulders and make a pose. Repeat side to side, high and low. Shake your feathers and point your toes. Now say gobble, gobble, gobble. Gobble, gobble, gobble. And strut, strut, strut. And a strut, strut, strut. Do a wobble, wobble, wobble. Wobble, wobble, wobble. Then we all just said good luck. Okay.